Góðan og blessaðan daginn og verið hjartalega velkomin í hlaðvarpið Haltu á ketti, hvað þetta er áhugavert. En þátturinn er þannig raðaður, ég mun spjalla hérna aðeins í byrjun, fara yfir nokkur rit sem ég rýndi í og ég ætla að fara hérna yfir tímalínuna COVID og hvernig þetta var hér á landi. Svo tek ég 2 viðtöl, fyrra viðtalið er við nemendur úr grunnskóla Fjallabyggðar, 3 hressar stúlkur sem ég fékk til mín í stúdíóið til þess að spjalla og svo er seinna viðtalið við kennara úr grunnskóla Fjallabyggðar. En þar sem ég er einnig starfandi kennari í grunnskóla Fjallabyggðar þá voru við og kennarinn sem við tók viðtalið við, hún ætlar ekki að koma undir nafni og við bara virðum það. En ég og hún vorum að spjalla svona og skiptast bara á sögum þar sem ég, eins og ég segi, er að vinna líka í grunnskólanum. Þannig að þetta er bara mjög áhugavert, stútfullur þáttur í dag og bara munið að njóta. Gjörðu þið svo vel. Ég verið að fletta í gegnum mjög áhugavert rit sem kallast Mundu að hnerra í regnbogann. En þetta eru frásagnir úr skólastarfi á tímum COVID-19 og varpa ljósi á menntakerfið og þann dýrmæta mannauð sem er í skólum landsins. Já, þið heyrðu þetta ekki fyrst hér. Ég vona að gera ykkur grein fyrir því hversu dýrmætur mannauður er í skólum landsins, í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum, háskólum. Mér finnst það áhugavert að sjá hérna tímaröðina á COVID frá því þetta byrjaði og til dagsins í dag. Og það er bæði tekið úr fjölmiðlum hér og þar og mikið af covid.is, en svo er einnig flott og greinagóð tímaröð í þessu riti og ég mun styðjast mest við þetta rit. En þá bara byrjum við og ég var að rifja þetta allt upp og það er ótrúlegt hvað maður er fljótur að gleyma þessu. En 2019, COVID-19 kemur upp í Wuhan í Kína. Og við vitum svo sem ekkert þetta þá. Og ég tala auðvitað fyrir mig en það er lítið sem maður veit og maður er svo sem ekkert að kynna sér þetta og við Íslendingar, við náttúrulega hugsum svolítið svipað og þetta kemur ekkert fyrir mig. En BOOM! 2020, 27. janúar er óvissustigi lýst yfir á Íslandi vegna COVID-19 og þá er verið að fara við viðbragðsáætlanir og svona. 30. janúar Alþjóða heilbrigðismálastofnun lýsir yfir neyðarástandi á heimsvísu. Og þarna er titringurinn orðin svolítið, sko. 17. febrúar, og við erum í 2020, Mennta- og menningarmálaráðuneytið útbýr sniðmát að viðbragðsáætlun varðandi skóla. Ok, þarna er eitthvað að gerast, sko, bara svona ef. 27. febrúar, fyrsti blaðamannafundur þríeykisins. Sóttvarnalæknir, landlæknir og yfirlögreglustjóri. Og þetta eru auðvitað þríeyki sem við þekkjum öll. En þetta eru auðvitað hún Alma, Þórólfur og Víðir. Daginn eftir, 28. febrúar, er fyrsta COVID-19 smitið staðfest á Íslandi og hættustig almannavarna virkjað. Þarna er komin hræðsla í fólk, sko. 7. mars, 2 fyrstu smit berast á milli manna á Íslandi og staðfest. Það er rekið til skíðaferðalags í Norður Ítalíu og neyðarstig almannavarna er virkjað og heimsóknarbann er sett á sjúkrahús og elliheimili. Og svo líður aðeins tíminn en það er komin í 13. mars og þá tilkynnir ríkisstjórn að samkomutakmarkanir taka gildi 16. mars og þessar samkomutakmarkanir voru rosalegar. Þarna erum við að tala og nú ætla ég bara að tala skólahaldið, þessi þáttur snýst COVID-19 og áhrif hans á skólahald. Ríkisstjórnin tilkynnir varðandi skólahald, í mörgum tilfellum geta nemendur ekki mætt í skólabyggingar, heldur stundanám í fjarkennslu. Þetta er náttúrulega svakaskellur. Í öðrum tilfellum strangar kröfur settar fjölda og nálægð nemenda. Þetta er auðvitað alltaf erfitt, sérstaklega í leik- og grunnskóla, nálægð nemenda. Þau eru utan í öllum, alltaf. Ég meina, þetta eru börn. Þú ert ekki að átta þig á þessu. Þannig að við getum varla sett þessar kröfur á krakkan okkar, eða nemendur okkar. En takmarkanir gilda leikskóla, grunnskóla
og aðrar menntastofnanir eins og frístundaheimili, félagsmiðstöðvar og íþróttastarf. En framhaldsskólar og háskólar verða lokaðir og kennslan fer algjörlega fram í fjarnámi. Þarna fer bara stór partur af íslensku nemendum bara heim í fjarnám sem þeir þekkja kannski ekkert. Grunnskólar mega hafa kennslu í skólabyggingu ef þeir tryggja að ekki séu fleiri en 20 nemendur í sömu kennslustofu og nemendur blandist ekki á milli hópa. Leikskólar mega hafa opið ef þeir tryggja að hópa séu litlir og aðskilin eins og hægt er. Og eins og ég segi, það er erfitt að aðskilja í leikskóla. Og 16. mars voru þessar samkomutakmarkanir settar og tóku gildi. En þar voru einmitt líka eins og 100 manns máttu bara koma saman, ekki fleiri en 100. Já, eins og kom fram á, háskóla og framhaldsskóla loka. Leik- og grunnskólarekstur heldur áfram en tónskóla takmarkari og fjarkennslan hefst. Og ég fékk einmitt að taka viðtal við 3 frábærar stelpur sem upplifðu þetta. Þær fóru bara búm í fjarkennslu í 8. bekk og þær koma hérna seinna í þættinum og lýsa því. Svo líður tíminn og það er komið 22. mars, þá er samkomubanninu hert. 2 metra reglan er sett á og 20 manns með að koma saman. Barir, sundlaugar, líkamsrækt og fleira lokar. Þetta er eitthvað sem við höfum aldrei lent í áður. En 3. apríl heilbrigðisráðherra tilkynnir að takmarkanir haldi áfram til 4. maí. Þetta er langur tími og sérstaklega þú ert í fjarnámi og ert vön að vera í staðnámi og þegar þú ert bara sendt heim og svo misjafnt hvernig fólk er í stakk búið til þess að aðstoða sín börn. 4. maí, tilslakanir á takmörkun og samkomubanni og skólahaldi. Þá er þetta sérst úr 20 manna samkomutakmörkunum yfir í 50 manna. 25. maí, tilslakanir á takmörkunum á samkomu og skólahaldi úr 50 í 200. Ok, og svo kemur hérna 27. júní, innanlandssmit greind á ný, 30. júlí, samkomubann hert í 100 manns, 25. ágúst, lagt til að nota andlitsgrímur þar sem ekki hægt að tryggja 2 metra reglu. Ég man eftir að við á Íslandi við vorum frekar lengi að taka upp grímunotkun. 7. september þá fara úr 2 metrum niður í 1 meter og úr 100 manns upp í 200 manns. 21. september grímunotkun er tekin upp í framhaldsskóla og háskóla. 31. október hertar reglur land allt, mestu takmarkanir síðan faraldurinn hófst. 10 manna samkomu takmarkanir. Íþróttastarf, sviðslistir bannaðar. Grímuskylda á alla fædd fyrir 2005. Þarna voru við í skólanum og allir nemendur með grímur allan daginn. 3. nóvember reglugerðin er breytt og börn fædd 2011 og síðar þurfa ekki að bera andlitsgrímu. Íþrótta- og tómstundastarf bannað í skólum og allir fæddir 2010 og fyrr þurfa að bera grímu í skólanum. 18. nóvember tilslakanir á samkomutakmörkun í skólastarfi. Íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf í leik- og grunnskólum heimilt á ný. Svo þarna er þetta komið rosalega langur tími. Og sérstaklega ekkert íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarf. Þetta var erfitt fyrir börnin okkar. Grímuskylda á 8. til 10. bekk og grímuskylda á kennara í leikskóla 1. til 7. bekk er afnumin. Þannig er gríman farin af nema á unglingastiginu. Svo höldum við áfram hérna og við erum komin í 10. des. Takk eftir, við erum ennþá í 2020. Þetta var langt og erfitt ár. Sundlaugar opna á ný fyrir 50% leiðilegum fjölda en grímuskylda fellur niður hjá nemendum. Ok, svo förum við bara í jólafrí en það er ennþá 10 manna samkomutakmörk. Þetta voru skrítin jól og áramót. 2021, 1. janúar, framhaldsskólar hefja staðnám. Hei! Loksins má mæta í skólan, í framhaldsskóla. Tilslakan er í leik- og grunnskólum. Já, 13. janúar íþróttastarf leyft á ný. Og líkamsræktarstöðvar opna á ný en með ströngum skilyrðum. 24. febrúar nýja reglur takmarkanir, 150 saman í rými en sótthreinsa á milli. 25. mars hertar sóttvarnareglur, 10 manna samkomutakmarkanir, öll skólastig nema leikskólar
lokað í 2 daga og fara fyrr í páskafrí. Bann við öllu staðnámi. Þessi fundur var rosalegur þegar þetta var tilkynnt. Ég beið bara eftir Guð blessi Ísland. En 31. mars skólastarf hefst á ný og þá er komin einsmetraregla og hólfaskipting. Og ég man ekki, þarna erum við ennþá að tala um 10 manna samkomutakmarkanir. Og þetta heldur áfram þar til 27. júní. En þá er öllu afnumið. Og engar reglur, engar samkomutakmarkanir, ekkert, það er bara ekkert. Það er bara allt afnumið og allt leyfilegt í smá tíma. En 10. ágúst þá hefst skólahaldið eðlilega en þá eru komin 200 manna fjöldatakmarkanir, einsmetraregla og grímunotkun ef ekki er hægt að halda fjarlægð. Og við erum ennþá bara í þessu. Lífið heldur áfram, skólinn heldur áfram. Viðbrögð skólasamfélagsins sem koma fram í fjölmiðlum. Á mínu mati ég upplifði þau frekar jákvæð. Það var rosa mikið svona samstæða í gangi. Það var og voru margir að stíga fram og tala hversu mikilvægt starf þetta er og hversu mikilvægt er að halda vel utan starfsfólk innan skólageirans. Fólk var almennt bara svona að gera þetta saman og fara þetta áfram á políunu. En auðvitað var fólk orðið rosa þreytt í lokin. Allar þessar takmarkanir og það er erfitt að fylgja þessum reglum, halda skólum opnum og fara samt áfram í gegnum allt sem þarf að gera í skólanum. Af því að þetta var ekki djók. Þetta var erfitt og líka það sem var svo erfitt var að við vorum það mikilvæg að eftir vinnu þá var okkur ráðlagt og helst bara beðin bara vera sósíalista sem minnst. Vera bara heima hjá okkur og passa, vera bara í okkar búblu og passa okkur. Og auðvitað tók þetta á. En samstæðan var rosalega mikil og ég upplifði rosa mikla jákvæðni í gegnum þetta allt. Viðtalsramminn sem ég studdist við voru spurningar sem ég samdi sjálf fyrir þetta hlaðvarp og byrjum á ef við förum hérna fyrir nemendunar þá var aðeins búin að hitta þær og segja þeim svona hvað við myndum sirka spjalla eða þá að ég vildi bara fá svona þeirra upplifun í gegnum þennan tíma í sínum skóla og þær eru í 10. bekk í dag en þær eru aldrei búin að upplifa unglingastigið, sem sagt 8., 9. og 10. bekk. Þær eru aldrei búin að upplifa unglingastigið bara í eðlilegum, venjulegum skóla, þannig séð. Það er nefnilega í 8. bekk þá var unglingastigið bara sent heim í fjarkennslu og í 9. bekk þá var unglingastigið flutt úr skólabyggingunni og yfir í aðra byggingu sem kallast Kaffi Rauðka og þær tala þetta hérna á eftir í viðtalinu og þær tala Hannesbói, Kaffi Rauðku og Bláa húsið og þetta eru sem sagt allt fyrirtæki í eigu Róbert Guðfinnssonar og þetta er veitingastæður, þetta er kaffihús og skemmtistaður og svona viðburðar salur sem hægt er að leigja og ég mun bara biðja þær að tala opinskátt reynslu sína á þessum tímum og hvernig þeim leið og hvort þetta var skemmtilegt, leiðilegt og hvernig var að vera í fjarnámi, hvernig var að læra á tæknina eða voru kannski ekki, hvort það hefur verið erfitt eða hvort það hefur bara verið með þetta allt á hreinu og hvaða tækni voru mest að nota. Svo fyrir við aðeins yfir eins og tíman þeirra með kennurum, hvort þeim vantaði aðstoð, var kennarinn til staðar og svoleiðis og hvað var þá best eða verst á þessum tíma og í lokin þá ætla ég bara að biðja að lýsa sínum fullkomna skóladegi ef þær mættu ráða. Svo var það viðtalið við kennarann og þá var ég að notast við spurningar eins og hvað kemur upp í huga þegar þú hugsar orðið COVID. Svo fórum við að tala hvernig þessu var skipað í skólanum hjá henni á þessum tíma og þarna erum við auðvitað að skiptast bara á svörum og erum bara að spjalla það flæði hjá okkur af því við erum að vinna á sama stað í mismunandi kennslu og mismunandi verkefnum þá hvernig okkur leið á þessum tíma og svo erum við að tala fyrir við í tæknina, hvernig var að vera að nota tæknina, voru að nota hana meira, voru að nota hana minna, var erfitt að bera sig að henni, þurftum við að læra á eitthvað, var erfitt að nota hana eða voru við bara með allt í hreinu, innleiddu við eitthvað nýtt. Svo varðandi
hvernig við upplifum okkar á þessum tíma að vera þessar mikilvægu manneskjur í þessum mikilvægu störfum. Förum einmitt yfir hvað okkur fannst best og verst við COVID þá tengt skólastarfinu og hvernig fullkominn skóladagur hljómar hjá okkur og hversu jákvæð eða neikvæð við erum gagnvart öllu sem tengdist COVID, samkomubanninu, 2 metra reglunni, grímunotkuninni, lokununum og banninu. Svo hendum við okkur hérna í viðtalun bara eftir skamma stund. Ekki fara neitt. Hingað komin til mín 3 stúlkur úr 10. bekk. En ég ætla að byrja því að spyrja þegar þið voru í 8. bekk. Þá upplifðu þið COVID, eða skóla haldið svolítið sérstaklega. Voru þið bara send í fjarnám, eða ekki? Já. Í 8. Já. Ok, og ég ætla bara að spyrja ykkur og þið með skiptast á að tala og grípa fram í eitthvað eðvileg. Hvernig var þetta? Hvernig munið eftir þessu? Fyrst var ógeðslega spennandi, bara enginn skóli Og átti bara 2 vikur fyrst, sko. Já. sem endaði í 2 mánuðum. Já. Já. Og þetta var alveg gaman fyrst, það allir eitthvað hjálpa saman og allir spenntir. Allir að FaceTima og svo endur allir bara svona 2 og 2 að FaceTima og svo bara svona svo erum við gegnum minna dag saman. Já, byrjuði saman allir bekkurinn. Já, Ekki þetta var ekki allir, þetta var bara svona hópur sem að myndi svara, það verður ekki alltaf allir. Já. Við vorum með svona messenger, bara bekkinggrúpu og hindi bara á FaceTime og voru bara allir það. Vorum bara allir Hvað gerði það. þið þessi? Ok, sendum við FaceTima. Og síðan er þetta bara, maður var fyrst var þetta svona tilbreyting og síðan eftir 2 vikur þá var ekki tilbreyting. Þetta var bara alltaf sama, skil á föstudegi. Já, og þetta búin að verkefnapakki sem Já, við fengum á mánudegi. Já. Það var alltaf þetta var ekki yfir vikuna, þetta var alltaf daginn já. bara. Og við þurftum að skrá mætingu bara 8:30 þá. Já, 8:30. Þá þurftum við að skrá inn á svona Google eitthvað formi. Og Dóra setti inn bara, við fengum pakkan, hann opnaði klukkan 8, við þurftum að skrá okkur inn 8:30 eða þannig á milli. Það var búin að skrá. Já. Og síðan máttum við að hætta 12 eitthvað. En þá var mjög fáir sem fóru eftir þessu. Það sem vöknum bara skráði sig inn og Fór svo bara aftur að sofa. Og það við fengum allan pakkan á mánudeginum og þurftum að skila á föstudegi. Já, ok, en þurftuð að skila inn mætingu, Já. gæsalappir. En sem við fengum reynda maður eitthvað dagbækur eða eitthvað dæmi, þannig áttum að skrá hvað við gerðum á hverjum degi, þannig við vissum alltaf hvað við værum að gera. Í dag fór ég og kláraði stærðfræðina, í dag, þú veist. Já. Og þetta voru alveg, hvað segir, 2 mánuði næstu. Já, líka við. Já, við fórum í skólan eftir 4. maí. Hvernig leið ykkur á þessum tíma? Á þessum tíma? Þú veist, eins og þú segir, þið eitthvað fannst þetta alveg skemmtilegt fyrst og svo var þetta Já, bróðið. svo eftir svona 2 vikur þá var þetta svona Við 3 gæmum svo ógeðslega gott úr þessu og vorum alltaf bara út í göngutúr. Já. Stundum, það mátti ekki margir hittast, Já. en við vorum alltaf að reyna að gera eitthvað skemmtilegt og Við vorum alltaf komið með leið á heimilunum að vera fyrst þarna. Ég veit það. En við fórum stundum það langt bara út að strákagöngum. Já, bara í og allir göngutúr. bara Já. og svo bara út og svo fórum aftur tilbaka. Þetta er nefnilega miklu meira en að segja að vera heima svona lengi. Þú veist, ég myndi segja að þetta var alveg næst tími fyrst og svo var þetta bara orðið alltaf sama. Bara boring. Já, bara Alltaf maður var aldrei að sjá henni ný andlið. Nei. En þú veist, vinnur sína, eitthvað sem er svo vanur. Já. Eftir 8 ára á skólagöngu, það var alltaf ógeðslega vanar að vera alltaf að koma í skóla, sjá henni, vera heim fjölan. Hún var bara fjölan. Og svolítið þreytandi. En fannst ykkur erfitt að læra á tæknina? Eða voru þið bara vanar öllum þessum forritum og hvað voru þið að nota? Google? Eftir Við COVID. notum Classroom. Classroom, já. Mjög mikið. Og þú veist, Google Sites einhvern tímann sem er að gera svona bara heimasíðu. Já. Og síðan, þú veist, Slides og Docs. Þú veist, Já, bara Google-pakkinn. Já, Google-pakkinn bara. Það var náttúrulega rosa hjálp þegar Dóra var þarna. Ég hef aldrei sent á neitt jafn mikið á Dóri. Það er svona að byrja sig og hún var alltaf bara, já, Þórunn mín, þetta er svona. Það sem verst að vara, þú veist, það var ekki til þess að íta á því í náminu. Já. Þú veist, eins og í skólanum, þú veist, þú darst bara í símann og ég gæti ekki, eins og ég að vinkunum sumar voru bara að læra upp í rúmi. Ég prófaði það, ég gæti ekki lært. Ég fór bara í eitthvað annað og svo erfitt að hafa ykkur svona til þess að íta bara, þú veist, þú ert að læra núna. Já.
það var það versta, svona fannst mér allavega. Líka því að ég var bara ein heima, bróðir minn var á neðri hæðinni að reyna að læra í sína eitthvað og ég var bara uppi í tölvunni pappa. Já. Og meðan mamma og pappi myndi fara í vinnuna þá var ég bara að reyna að vinna heima, en þú veist, ef ég skildi eitthvað þá var ég bara först á því ógeðslega lengi. Já, ef ég var reynskilin þá hef ég ekki gert neitt á þessum tíma, sko, sem nefandi. En það var mjög erfitt að reyna að koma sér í gýrin, sko. Þegar ég hugsa námið núna, þetta var ekki eitthvað það mikið. Þetta var ekki mikið. Þetta voru kannski 3 fög sem við þurftum að vinna. Já. Það var bara svo fóruðti í bara hvaða aðstöðu vorum í það og sérstaklega, þú veist, maður var svo niðurdreginn. Þú veist, eins og bara samfélagslega, þetta var alltaf bara neikvæða fréttir, smittala, bara þetta er ekki búið og... En það er einmitt, þið voru að svara spurningunni hérna, nógu tíma með kennarinn ykkar, þið gátu alltaf sent á kennarinn ykkar, var Dóra kennarinn ykkar á þessum tíma, eða var hún bara tengiliðurinn? Það var bara tengið, það fór bara eftir hversu vel þú skildir það. Verkefni voru ekkert eitthvað að þú þarft hjálp í stærðfræði, bara, þú veist, þetta var alltaf eitthvað sem við vissum, en það erfiðast var sko 8. bekkur og 10. bekkur var að fá saman námsefnið. Það var svolítið erfiðar fyrir okkur. Þetta við vorum nýbyrjaðar í þessari tækni alveg tölvur og Google og svona. En við gátum alltaf leita ekki til kennara, sko, það var ekkert þess. Nei, ok. Ef þú ætti að spyrja ykkur á þessum tíma í 8. bekk, hvað var það besta við þetta og hvað var það versta við þetta? Versta náttúrulega var bara verið að hitta neitt svona yfir höfuð. Ekkert félagslíf. Þú veist, það er allir góðið bara svona, ef það væri einn og einn dagurinn á milli, en þetta var bara 0. Bara fengum bara ekki neitt og þú veist, og það voru bara allir að reyna að finna út úr þessu. Já, við vorum eiginlega í svona lockdown. Já, það bara vissi engin neitt, þú veist, ekki eins og stjórnvöld, þau voru líka svona að fylgjast með og það kemur svona svolítið ekki að stressa bara. Maður vissi ekki neitt. Það var svona óvissan var að versta, bara hvernig er þetta búið? Já. Það er ég fara að vera hérna að byrja 9. bekkinn og það er bara, svona skóli. Það er bara 8. bekk. Fyrir aldrei, já. Ég mani, ég útskrifast sko úr háskólanum á þessum tíma og þannig var engin útskrift. Það var bara eitthvað, horf að sjóða uppi og nafnið mitt birtist svona, búið. Ok. En það besta, hvað myndi... Eitt af þessu var svona bara göngutúrar. Já. Það var bjarga þessu öllu. Já. Það var ógeðslega þeim bara, ég er að fara í göngutúr í kvöld. Það var aldrei svona spennt fyrir göngutúr. Já, og síðan við fengum svo mikið og það við 3 og mátt bara fara saman. Og þú veist, eins og gamalt fólk sem eru á bílunum. Já. Horfði á okkur bara, úlingar úti að lappa. Það er í gangi. Að degi til. Bara, what? Það er að gerast. Við fórum bara í öllum veðrum og sko. Já, vel gert. Bara, við gátum ekki verið einum með okkur. Það var bara... Það munar bara líka svo miklu þetta bara rétt svo að fá sér frískt loft. Skiptum umhverju. Engir íþróttímar eða engar æfingar en þannig að þetta var nægilega eina hreyfingin. Já. Annars var bara svona hæ Sophie. Bara hæ Sophie. Shit, þetta er alveg miklu, þú veist, þegar maður fyrir þetta upp, þá er þetta alveg miklu meira en það, þú veist, að segja. Það var alveg brútal. Og líka fyrir ykkar aldur, þá er það 9. bekkur og þá náttúrulega upplöfuðu það líka allt öðru í sig. Það var... Já, þannig þið voru alveg til jóla. Ok, en það bara útskýra, þú veist, hvað gerðist þá? Ég man svo vel eftir því þegar fréttum að varum að fara á Rauðku. Ég vissi ekki hvert ég ætlaði, sko. Já, því það... skóla á Rauðku, þú ert búin að fara að borða hana. Já. Þú ert að fara að mæta hérna alla daga í 2 mánuði, bara, ha? Þannig að þið heldur náttúrulega að þið myndur að fara aftur bara í fjarkennslu. Já. Og svo kom þessi lausn og þið fenguð að fara á kaffi Rauðku. Það var einhver sem sagði, sko, já, við erum að fara í skóla í skíðaskólanum og Suður á Hóli. Já. Þá var ég bara, já, veistu, nei. Allir ógeðslega neikvæðir og öll bara inn á þessu grúpchati, hópnum. Og hérna, hún bara endalaust að spyrja Sillu, munið ég eftir þetta? Ég var bara, við verðum á Rauðku. Þetta er komið, við verðum bara þið mæti í skólan á morgun, 8:30, var þetta, þú veist, ég man ekki hvort það mér finnst þess að það hafði verið í meðri viku sem byrjum á þessu, sko. Já, þetta var bara, þú veist, já, við fórum í skólan á mánudegi, það var allir, þú veist, frekar stressað út að smiti voru svona, bara svakalega. Það voru allir að hóla fund, þá voru náttúrulega bara... Já, nei, þetta var á föstudegi, ég man eftir þessu, við áttum að halda ykkur hrekkjavökumann. Já! Þetta var 31. október og það var Halloween þema í skólanum og svona og við vorum að gera þetta skemmtilegt. Ég var við tölvuna að horfa á fundin,
Ég öskraði þegar kom bara samkomubanni komin 10 manns. Búm. Bara, Já. ég var bara, oh Þegar my þetta god. var sagt, þá var allir bara, Ha. þetta er seinasti dagur í skólan. Já. Í ógeðslega Við knúsum þetta, sko. Já. Við var að fara í fjarnám aftur. Æi. Var ógeðslega leið, en ég er svo glöð að við höfum farið. Þetta voru alveg 2 mánuðir, sko. Þetta er Já. ekkert eins og, þú veist, maður er kannski að fara til útlanda Sama og þá maður árinu. knúsa bless. Núna er þetta Já. bara svona, Já, þetta var Sama sama árinu, já. og Hitt var líka svo fyrir mikið óvissa. sumafrí og svo eftir sumafrí. Já, á jólum. Þetta er einnig sem skemmtilegi tími þar sem að, þú veist, við erum alltaf að gera eitthvað. Já, föndra og baka og gera eitthvað svona öðru í þessu gera uppbrott. allir eitthvað saman og... Og síðan bara eitthvað, COVID, nei. Þannig þið mætið, hvað segja, 8:30 þá alltaf á mótnana, Já, þá breytist 8:30. náttúrulega allir skólatíminn Já. og allt svo leiðis. Til Og 12. til 12. Eða hálf eitt. Hálfa eitt, Það var eða þannig. kortir yfir 12 eða Já. eitthvað. Og engar íþróttir, engar listgreinar, Það var ekkert ekki- val. voru- Í byrjun var eitthvað í þetta bara, Við fengum stundum að fara, eða það, svona, Það var þegar ekki það enda. leiði á þetta, þá Já. var farið að vera, þú veist, íþróttatímar, að við fórum bara rétt svo út, ská frá borðinu okkur og myndum kannski gera, þú veist, það var fyrst sagt eitthvað þannig að við myndum bara gera 2 eða 3 arbeigur, hvað það er. En síðan var leikt okkur að fara út í snjóstríð allavega einu sinni. já, bara Og fara á félagsleiki. Það voru svona bekkirni máttu alltaf vera Já. saman Já, og þegar við sátum við borðið okkar þú veist, þurftum við ekki að vera með grímur annars þurftum við að vera með grímur ef við Já, varum að fara ætlum að að vinna vinna saman já. Það var alveg 2 metra fjarlægð Já, já, frá öllum borðum. frá öllum borðum. alltaf með eitthvað svona ógeðslega langt Jesus. brúnt Þetta er ógeðslega borð langt. eitthvað. Frá borðum, þú veist, var svona Það var súpa ógeðslega- eitthvað. Já. Það var engin Alltaf brytta eitthvað í. detta þangað og svo var þetta Já, svona litlu vatn borðin eitthvað. þarna. Já, bingo-borðin. Já. Óþolandi. Þannig að þá var þetta skipt í þá bara 8., 9. og 10. Já. Við þurftum alveg mest að vera með grímu þegar við löpum í gegnum hennan og síðan máttum við kannski. Já, máttu bara taka hann af því að settist niður. Já. Já. Og 10. bekkur var fyrir ofan okkur. Mm. Og síðan var 8. bekkur í bláa húsinu. Já. Svo vorum við öll með sikkvara frímínútur, þú veist. Við vorum með frímínútur í þessum tíma, þau Já. voru með frímínútur. Þetta skiptist alltaf. Þetta var svona, þú veist, þau byrja og síðan næsta dag er við þarna fyrst. Og svo næstur þessir miðjunni, þú veist, þetta var alltaf bara svona plan á því hvenær við fáum frímínútur og þau og... Það er aldrei En hittast. síðan færðist við líka yfir í Hannesbói. Já, í Við fengum að vera desember. Að það? Já. Ég vissi það ekki. Það var var við. skemmtilegt. Það var var- líka já. jólinn, það var geggjað. Það var Arinn Arinn í og miðjunni, ógsta stór eitthvað. og síðan var hann að Kósí. stígin upp þar sem voru svona Já. ruggustólar. Já, þannig að konjakstofan. Já, Já. það var svona skemmtileg bara tilbreyting sem við þurftum Mhm. alveg, sem, þú veist, við vorum komið alveg ógeð á. En þú veist, mér fannst þetta að vera rauðku mikið skarhaldur um fjarnám. Já. Já. Þetta voru bara einhver 3 tímar, Mm. þú veist, ekkert var náttúrulega. Og við byrjum kannski í ensku, fórum síðan Starffræði og svo var... Starffræði var eina, þú veist, Það voru starffræði og... síðan voru eitthvað Dóra og saman, Arnir saman náttúrufræði. með tíma. Svo var íslenska og samfélagsfræði Já. og svo var enska og Sko Brynhildur og Halli voru saman alltaf. íþróttir og... Já. Íþróttir og enska. Íþróttir Og enska. síðan, þú veist, öll fögin Arnir og hún var að kenna 3. Danska, samfélagsfræði og Voru náttúrufræði. einhvern tíma í dönsku. Við fórum Við fórum kannski mjög lítið. Duolingo og eitthvað Mm. og síðan íslenska. Það var, þú veist, íslensku og samfélagsfræði var mjög stór hlutur af þessu. Mm. Fyllt af einhver svona kynningu sem við kynntum aldrei, þú veist, skiluðum inn þannig að þær sáu glænuna Mm, já, já, já. upplýsingar og svona. Mér fannst það ekki eitthvað rosa leiðilegur tími, sko. Mér finnst Nei. mikið skemmtilega Hannes Bóisson. Já, Það var svo ógeðslega dimmt alltaf inni á rauðku. Já. Þú veist, það er allt bara svona alveg Mm, dökkt. allt dögt og En inn í litin hinu og... var rosa mikið, þú veist, af gluggum Birta. og byrta og eitthvað þannig. Það var mjög Það er, já, það er betra. sko. Það er svona bjartar yfir manni. Já. Framtíðinni getur þið bara eitthvað sitja á tónleikum og rauðku bara, þetta var eins og skóli minn. Ok, þannig að það var miklu betra að vera, úst, í staðan fyrir að vera heim í fjarnámi, að fara að fá annað. Já. Já, en af hverju haldið það sé? Bara út og... Bara, þú veist, Fólkinu eða- hópurinn og, þú veist, þú getur lært. Það er einhver sem að segja þér að læra. Þú Já, veist, það er bara svona tími, þú ert að læra hérna og bara, þú veist, mæta eitthvað, fara að gera eitthvað, í stæðan fyrir bara svona, vakna, stimpla mig inn og svona, Bara svo far. já, líku við, þú veist, Já. valla tampust að segja Já, neitt. alveg. Þetta var bara, það var svo mikill tími til þess að læra á hvað við, þú veist, getum ekki tekið þetta bara svona, að þú veist, að við fá að vera í skóla. Það er Mhm. svo mikið forréttindi.
Ég veit það. Og við áttum okkur ekkert á því, finnum bara, þú veist, þarna í COVID, bara, Mhm. þú veist, sérstaklega fá ekki hitta neitt og... Þú veist, núna þegar maður verið í skólan, mér líður allt öðruvísi fyrir núna í skólan heldur en þú veist, Já, áður en við þetta- fórum í Mhm. 8. bekk og allt það, sko. Mhm. Svo þakklátt að fara í skólan í stað fyrir að þurfa fyrir einhverjum veitingastað eða... Já. Já, eða Heima. bara heima, það sem eftir er eða eitthvað. Já, Mhm. það var ræðilegt. Við vorum alveg mjög heppin hérna sérstaklega á Siglufjörður og Ólafsfirði og líka bara sérstaklega á Íslandi en við samt heppnar en margir skólar í Reykjavík. Við tölum svo oft þetta hvað þakklátt var að fá og bara mæti í vinnun okkar. Þú veist, það var með alveg fullt af fólki sem mistu vinnuna og bara vinnustöður lokuðu eða fyrirtæki fór á hausinn og ég veit ekki hvað margir voru bara atvinnulausir. Þannig að ég var mjög ánægð að skólinn sé svona mikilvægur Já. Já. og að við heldum vinnu og Eftir var það í 8. bekk, var það ekki þegar við fengum að koma hingað tvisvar sem í viku? Já, það var hann Jú. Það Voruð var þið seinna ekki- í apríl. stóð 10 á Jú, svo- bókasafninu. Það var sko lifesaver. Já. Hérna á Já. Siglufirði mættu eiginlega allir krakkarnir Já. með þeim. Ég mætti einu sinni á Ólafsfirði að því að vildi ekki mæta, við erum náttúrulega 4 Mhm. og það voru náttúrulega ógeðslega margir sem maður bara nefndi ekki að mæta eða þú veist, bara fara þarna í 1 klukkutíma og fara svo aftur heim og það var náttúrulega vetur og Já. maður þurfti kannski ekki hjálp með neitt eða eitthvað Mhm. en hérna á Siglufirði var verið að nýta það til að bara hitta einhvern Já. Já. yfir höfuð. Já. Það voru eiginlega alltaf allir sem mættu sko. Það er bara að bjarga öllu. Þú Já. fá hjálp í einhverju og... Já, bara, þú veist, við erum mannverður, við verðum að hitta annað fólk. Já. Það er náttúrulega, þú veist, maður er ekki að gera neitt heima Nei. ef það er sérstaklega þarna þannig að það er svona, maður fer að læra Já. Þú veist, en það var náttúrulega eitthvað Já, ég myndi allan aldrei kjósa þetta aftur, sko. Það er alveg nóg. Þeir eru alveg sammála því, já. Ég er svona ábúið með að 10. bekkur fara öðru þessu. Og þá erum við að fá bara eitt svona ferli að þú veist, fyrir að fara í Bara svona gegnum þetta eitt einu ár. sinni á ári. Við sérstaklega á skóla, þetta er síðasta ára fyrir yngri skóla. Mhm. Og okkur finnst mjög mikilvægt að bara nýta bara eins vel og við getum. Mhm. Við erum sem mest saman og reyna að gera sem mest. Ánum fyrir með þetta svikur leir. Mhm. Hvernig, eftir allt þetta, þú veist þannig þeir eru búin að upplifa skólan svo alls konar, hvernig hljómar fullkominn skóladagur fyrir ykkur? Eða þú veist, fullkominn skóli eða fullkominn skóladagur? Einhver dagar sem er valið, að þú veist, ekki bara að læra allan daginn. Að þú veist, Já. Fleiri valafangar? skóladagur er auðvitað bara þegar allir eru jákvæðir. Mhm. það er ekkert svona mood svona tension Ekki drama. eitthvað, já Mm. Það er mjög sem er bara svona eitthvað, Óneiðsynlegt drama. já, að þú veist bara Mhm. svona ónauðsynlega komment námi og þú veist bara, Já. hey, þú veist, komment, við erum að fá að vera í skóla og læra. Sem við gátum ekki fyrir, þú veist, árið eða eitthvað. Nei. Og hérna, og líka bara að nýta, þú veist, við erum að fá menntun, er svo mikilvægt, þú veist, við erum ekkert eitthvað, við erum fáum svo mikið forréttindi, Ég veit maður það. átti sig ekki á því fyrir maður byrja að tala um það. Ég veit það. Við erum mjög heppin hérna á Íslandi, sko. Já. En tímalega séð, hvenær myndið þið vilja mæta í skólan og hvenær myndið þið vilja hætta Sko, Mm, á út af fullkomnum því degi? að Menntamálastofnun er með einhverja svona kröfur, þá myndi ég, þú veist, mér finnst, út af við erum búin að vera að mæta núna hérna 40 í rútuna og Mhm. svona, Sem er mjög snemmt. sem er mjög Það er mjög Já. snemmt, sko. En þú veist, við erum alveg lengi á dag, eða þú veist, þetta er alveg langur tími, Já. sem að pæla í því. Það er Í alveg staðan langur fyrir að vera skóladagur. alveg til 3 eða eitthvað. Já, þú veist, þið eru ekki ennþá komnar heim, skilur við. Já. Og það er bara svarta myrkur úti. Mhm. Á þessum tíma er þetta líka alltaf ógst erfitt. Já. Finnst mér Og ef allavega. þú veist, þú svona breytir rútínuna aðeins. En ef það var ekki viðmið frá menntamálaráðuneytinu? Heila Ég minn myndi byrjar segja ekki svona- starfa fyrir 10, sko. Já. ég myndi segja að fá svo var það til svona 8:30 sko Mhm. Já, 8:30 og fara kannski í rútuna þú veist, ekki að ég sé 9. að fara í rútuna en þú veist, ég 9. prófaði það einhvern tímann Mm. það er alveg stemmt sko hálftíma svefn getur breytt miklu, sko. Ég veit það. Já. Það er bara, ef við myndum fá að sofa hálftíma meira eða eitthvað, það myndi breyta svo rosa miklu líka bara skapi hjá fólki. Mhm. Þú veist, þú getur ekki búist við því að við mætum hérna 8-10 sem tilbúin að læra í, þú veist, algebru bara Það eitthvað. er bara, Yes, við Það- veitum allt og svona. þau megi ekki einu svona fá okkur orkudrykki eða kaffi eða neitt. Nei, segir þau. Glata dæmi.
Ok, þannig að þú veist, svo kannski til 8:30, Já, bara Byrja í skólanum. Skólanum. 9:00, en fara. Mér finnst alltaf fínt að vera búin 2. Já. Já, Já. 2:30 eða þú veist, það er þarna. Já, Og hvort þessi yfir er- gluggi, Já. 2:30, Mhm. einhvers staðar þarna. Og síðan, þú veist, að þá hefur tíma til þess að læra heima. Og þá er Já. dagurinn ekki alveg farin, ég bara, ok, ég er búin að sofa, fór í skólan klukkan 10, mætt heim 5 eða eitthvað. Svo verður líka á, eru þið allar að æfa eitthvað eða? Ég er ekki að æfa, en ég er að fara að þjálfa. Já. Svo líka Já. náttúrulega erum við með hérna, hvað heitir þetta eftir? Þú veist, neon og Já, félagsmiðstöðin, og það já. byrjar alltaf klukkan 8. Þetta er alveg pakkaður dagur. Vinnur. Já. Þannig að þú veist, ef maður verður til dæmis á eftir að gera heimanám, Já. þá náttúrulega vill maður fara heim og gera það. Mhm. En stundum er maður kannski búinn í skólanum eins og núna, þú veist, kortir yfir 3. Það er ógeðslega Já, og maður er kannski alltaf að fara heim og bara svona hafa kósið smá. En þá er náttúrulega, svo er matur og svo er þetta og svo ætlum maður með þetta neon klukkan 8 til að gera eitthvað. Maður er komin heim klukkan 10 eða einhvern tímann yfir 10 út af rútunni. Já. Þannig að já. Það áttu kannski. Það er heil langur dagur. Það hefur alveg áhrif á námið. Já, Og líka auðvitað. bara svona getu okkar í náminu. En eru þið með mikið heimanám? Sko, við erum alltaf allar í menntaskóla áfanga. Já. Það er svaka. Það er svaka mjög- Við erum munur samt bara að taka eitt grunnskóla. fag, Ég veit að Að þú veist, þetta er rosa stökk, Við erum sko. þetta í 2. Já, þú veist, við erum allar í tveim, við erum fótbolta, hún er Já. í listum. En íslensku, sko, við erum með rosa góða kennar og það breytir. Rosa Já. miklu. Já. En, Í íslensku, já, í NTR. Já. Já. Og Það er ógeðslega erfitt samt eitthvað að einbeita sér í menntaskólanum sjálfum. Já. Þannig að, þú veist, þú ert svona kvíli. Já, Já, sem það er æ. að koma inni Já. og allir að eitthvað að labba framhjá og þú veist, allir að koma inn og ekki hæ og bara eitthvað, mann er aldrei að, Já, eins og við allar erum í of miklum skóla. Mhm. Við erum, við erum allar í öllum vöðlánum skólanum okkar. Mhm. Og síðan líka í MTR. Já. Þannig við mættum hætta í einhverju vali að við vildum, sko. Já. Já, svona þáttakametin. Eitthvað Við svo getum fengið það út að vera með á miklum skóla og það sérstaklega hefur alveg áhrif, sko. Svo líka bara með vinnu. Já. Það er óslega mikið álag. Helgar og svona. Við Fá erum aldrei óslega frí. mikið álag. Þú veist, tæknilega séð eru ekki með mikið heimanám, það bara fyrir eftir Nei, hversu vel við vinnum í skólanum. Já, Það ok. er hversu mikið heimanám við fáum. En fáið einhver svona verkefnatíma í skólanum? við fáum Já, við erum Það sem er- einn tíma á viku. Já, það sem Sem er getur á klárað. miðvikudaginn. En Já. síðan er annar íslensku tími í grunnskólanum sem er eiginlega eins og okkar seinni Við verkefnatími Já, eiginlega. sem að við getum bara verið að Við vinna í. MTR. Já. Þetta eru duglegar. Það Yes, Ánægð með. thank you. Herru, geggja. Takk fyrir að koma. er Nóg drama. Enga er komið tíminn. Frábær og hress kennari. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Ég er með nokkra spurningar henni fyrir varandi COVID. Skemmtilegt, eru ekki öll komið með leið á þessu orði. Jú. Jú. En hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugana þér þegar þú heyrir orðið COVID-19? Innilokun. Þú búin að lenda mikið í því? Nei, alls ekki. Nei. Maður kennst ekki tónleika og svona. Já. Búin mikla takmarkanir og margt sem ekki hægt er að gera. Eitthvað fleira sem þetta er í huga? Bara veikindi og áhyggjur. Já, vægi. Sko, þegar samkomu takmarkanir voru sem mestar í þínum skóla, Já. hvernig var þessu skipað í þínu skóla? Manstu eftir því? Já, hver bekkur fyrir sig, bara inn í sínu stofum og var sér inngangur og útgangur fyrir alla bekki og og þeim var skammtað mat í hádeginu bara inn í sína stofur. Skammtaða matur. Já, þannig þau voru bara algjörlega inn í sínum stofum Já, og voru fóru þessi ekki... sikkurum tíma í frímínúturnar. Já, og frímínúturnar voru úti. Já. Og bara einn bekkur í einu í frímínútur. Og þau máttu aldrei blandast eða... Nei, unglingadeildin var bara í fjarnámi heima. Já. Þannig þetta er þá 1. til 7. bekkur. Já. Ég náttúrulega var þarna líka þar sem ég er kennari og í sama stað og þú í sama skóla. Þannig að þetta var frekar
það var svo mikill skellur fyrst, sko. Já. Síðan lagaðist nú eftir það. Já, en myndirðu segja að skólinn hefði verið í stakk búinn fyrir þetta og mikið sem þurfti að skipuleggja og mikið sem þurfti að breyta og... Já, mikið sem þurfti að skipuleggja og breyta og við tókum alveg dag í það og sérstaklega kannski tækni atriðin. Já, sem myndi að koma aðeins, fyrst þú myndist á það, þá bara förum við beint í tæknina hérna. Tæknin, þurftir að nota hana meira heldur en áður? Já. Já. Það náttúrulega mátti engin foreldrar eða neitt koma inn í hús og svoleiðis. Nei. Þannig að að senda meira mailum og ringja meira. Já, foreldrar náttúrulega voru allir rosalega órólegir á þessu tíma, sérstaklega fyrstu dagana. Já. Þannig að samskiptin þurfti að vera bara upp á 10, sko, milli heimilis og skóla. Já. Já, og fannst þér erfitt, kunnur mikið á tæknina áður? Já. Eða var erfitt að læra á hana? Nei, það var ekkert mál að læra á hana. Það sem að kannski bættist við var Teams og Zoom, en maður kunni svo sem á Skype í gamla dagana. Já. Nánast það sama. Já, mikið að kann á þetta helsta, sko. En það var náttúrulega sumir sem nota þetta rosa lítið. Já. Og sérstaklega í kennslu, þeir bara svona, eða allan mínu upplifun á þessu, þar sem ég er að kenna upplýsingatækni í þessum skóla, það var svona að þá, þetta er ekki eins í dag, en þá voru svona starfsfólk og kennarar helst bara svona, þeir treysta á að upplýsingatækni kennarinn sæi bara þetta. Já. Og svo er alveg skiljalegt að hugsa svoleiðis, en það bara... Það var mikið kallað á tæknimanninn. Já. Og við innleiddum einmitt þarna sem heitir Classdojo, svona samskiptaforrit milli heimilis og skóla. Eiginlega eins og Facebook. Heimilis og skóla. Já, þetta er eiginlega eins og Facebook nema bara alveg harðlæst á hvern nemanda og svo á hvern bekk og það breytir rosa miklu að því að mikið að upplýsingaflæði þar í gegn og svona jákvæðar upplýsingar, myndir og hvað er verið að gera í starfinu. Já. Ok, þannig já, þið voru að notast við, og ég man eftir því kennarar voru líka að nota eins og í foreldraviðtölum í fyrsta skipti, þá voru foreldrar ekki að koma á staðinn, heldur hittast á Google Meet. Já. Og það virtist ekki vera neitt mál, sko. Já. Nei, við keyptum líka nýja síma fyrir alla bekkjastofur. Já, og allir bekkir fengu sitt eigið símanúmer. Já. Þannig að það var það hægt að, ef þú aðalega hugsa fyrir kennara til þess að ná á foreldra, sko. Hvernig myndir lýsa líðan þinni þegar COVID var sem mest? Þegar þetta var svona, bekkirnir voru bara gjörsamlega hólfaðir og enginn mátti blandast. Það vandist, sko. Já. Og við náttúrulega erum búin að losna alveg við COVID í skólanum okkar. Já. Þannig við höfum eiginlega ekkert fundið fyrir þessu þannig. Nei. Ekkert eins og aðrir. Það er kannski verst að mig, allt takmörkun hjá krökkunum. Með ekki halda litlu jól, eða hittast kringu jólatréð og þú veist, með ekki fónum utan að koma til með fyrirlestra og skemmtanir og fara með krakkana á vinnustaði og ýmislegt. Þetta er skólastjórinn að senda mér á Messenger. Tökum smá hlé. Já, þetta kom mest niður á krökkunum, einmitt með svona uppbrot og annað. Sérstaklega að ég náttúrulega er sérgreinakennari og ég var ekki að kenna neitt. Nei. Ég var bara með hlutverk sem tæknifulltrúi og bara aðstoða alla sem þurftu á því að halda, en samt með takmörkum að ég náttúrulega mátti ekki fara inn í neina bekki. Og ég var bara staðsett á bókasafninu og þar var ég að búa til námsefni fyrir þá krakka sem voru heima í fjarkennslu. Já. Á yngsta og miðstigi, það voru sem betur fyrir alls ekki margir, en það voru alveg einn og einn. Fólk eiginlega erlendur bara ekki brotið var heima með börnin sín. Já, fólk ég veit ekki hvað veldur því, sko, kannski að því að COVID var svo slæmt úti og í þeirra heimalöndum. Sko. Já, það bara verið hrædd og bara ekki þóra að taka hennar óþra áhættur, og bara allt í góðu. Já. Og þannig að ég var hérna inn á bókasafni og var að búa til námsefni fyrir þessa krakka og líka bara aðra sem vildu nýta sér það. Já. Mér finnst það ótrúlega gaman og skemmtilegt verkefni, en rosalega leiðilegt að hitta engin börn. Já, öðruvísi.
Það var allt öðruvísi. allt öðruvísi. Já. Þetta var náttúrulega, og já, við glemdum að segja frá því, þetta náttúrulega skiptist svoleiðis, þetta var sem mest hjá okkur, fór enginn í gegnum göngin, skólanum, ef ekki rétt hjá mér. Ólafsfirðingarnir voru Ólafsfjarðar megin og Siglfirðingarnir voru Siglfjarðar megin. Af því þetta var sem mest, það voru bara ekki fleiri en 20 krakkar í hverjum hóp, eða var á 10, 20. Já, þannig það var tekin þá þessi ákvörðun. Já. Og kennararnir sem bjuggu þá sem búa á Ólafsfirði voru Ólafsfjarðar megin og öfugt. Það var líka svolítið erfitt að fá ekki að hittast eins og eftir vinnum að fá bara heim. Já, og maður var heldur ekki að hitta starfsfólki sem maður vanur að hitta á hverju einasta degi, því það er náttúrulega Ólafsfirðingar sem vinna líka með okkur á Siglufirði, sko. Já, og öfugt. Já, maður fór ekki neitt og maður fór ekki til suður að hitta barn eða barnabarn eða neitt, sko. Það var svo mikil óvissa í gangi að maður tók einhver áhættur. Ég fór bara heim eftir vinnu og maður þór ekki að fara í heimsótt til ömmu sinnar eða... Nei, og maður fór ekki til bónusinn eitt og bara vesli kaupfélaginn dýrum dómum. Já. Og ekki gátt að við fengi heimsett eins og á Akureyri og Reykjavík. Nei, en í þessu ástandi þá tilheyra kennarar og starfsfólk skólans klálega framvarðasveit landsins. Finnst þér sú staða hafa haft einhver áhrif á þig, þá einhver svona ábyrgð gagnvart nemendum, foreldrum, skólakerfinu og íslensku þjóðinni? Já, en það var samt ekki komið fram við okkur þannig að þau verum út á landi. Já. Allar bólusetningar og allt saman var mikið seinna hjá okkur heldur en nokkuð tíma fyrir sunna. Mikið seinna. Já. Við vorum svolítið gleymd og þetta var svo mikið, þetta var takmarkanir og allt það var alltaf verið að tala bara í Reykjavík. Já. Ég man eftir þessu umfjöllun. Samt voru sömu takmarkanir alltaf hér, sko. Já. Og sem var fyrir sunna þó svo að það voru engin smitt hér og ekki nálæði okkur. Já. Og eins og við erum búin að vera ótrúlega heppin enda daginn í dag með næstu því, við erum að tala bara 3-4 smit og samt voru sundlegarnar okkar lokaðar allan tíman. Já. Íþróttamiðstöðunar, Og félagsmiðstöðunar. opnuðu seinna heldur en fyrir sunnan. Já, opnuðu seinna. Það mátti opna einhverjum svona hópatíma okkar og því við vorum ekki með neitt svoleiðis þá bara allt lókuleis. Landsbyggðin gleymist eiginlega alltaf. Það snýst bara borgina. Það er eiginlega þannig og menntamálaráðherra í hvað skipti sem hún kom fram þá talaði hún bara með raskatinn á sér. Nú er það útskýra. Hún talaði alltaf bara kennara, ekki starfsmenn skóla. Já, ég man eftir því. Og hún talaði að nú væru allir kennarar bólusettur og að gera hitt á þetta en það var ekki byrjað á okkur, það var bara Reykjavík. Já, hún sagði alltaf kennarar. Já. Það var bara eins og hitt starfsfólki okkar væri ekki til og við erum að tala skólalega, stuðningsfulltrúa, ritara, húsvörð, fullt af fólki sem kemur þarna að og það er ekki hægt að reka skóla án þeirra, ekki séns. Já, ég man eftir þessu, þetta var sárt og fólkið okkar var sárt. Já, með réttu. Já, í dag telur þú að ástandið muni á einhvern hátt hafa varanlega breytingar í för með sér? Já, ég held að verði meira af þessu tæknilega tekið upp. Já. Ég held að fólk þurfa ekki að ferðast eins mikið á fundi og annað. Já. Ég held að. Já, við höfum alveg tekið eftir því á okkar vinnustaða að í staðan fyrir að blanda öllum hópnum saman þó það megi. Já. En þá erum við samt frekar að haldast bara í sikkurum starfstaðnum. Já. Og hittast þá bara á Zoom eða Teams. Já. Og mér finnst það eiginlega bara mjög jákvæð þróun. Það er rosa mikið af fundum og líka eins og bara með endurmenntun. Já. Endurmenntun, hún fór bara öll rafræn og hún er rosa mikið svoleiðis enda einn dag. Já. Og ég allan held að fólk hafi lært rosa mikið af þessu. Já. Sérstaklega eins og þú segir með tæknina. Pottþétt. Og líka bara, mér finnst líka ótrúlega flott að sjá eins og unglingastigið okkar. Þar fór bara í fjarkennslu og það bara virkaði. Já. Það bara reddaðist. Já. Og þeir krakkar sem komist ekki í skólan á yngsta og miðstigi, þá var verkefnapakkar og verkefni til fyrir þau. Já. Það var bara einblínt rosa mikið á lestur og íslensku og sköpun. Starffræði. Heldur þú að ástandið sem skapaðist í samfélaginu okkar muni hafa samfélagsleg áhrif á hvernig litið er á kennara og starfsfólk skólans? Nei. 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 Ég held ekki.
Nei, okkur Ég ekki. bara, þegar fólk er svo sjálfkvært. Já, Það er enginn, þú veist, að hugsa lengur einsinu skólana og að við séum að ennþá í skólanum með öll börnin, 100 börnin í kringum okkur og það er enginn að hugsa það í dag. nei. Þetta er gleymt. Já. Þetta var á tímabili, sko, þetta var sem vest og rosalega margir á landinu, þá er ég ekki að tala bara í skólanum okkar, bara á öllu landinu. Já. Rosalega mikið af krökkum, bæði leikskóla og grunnskóla og framhaldsskóla, voru í fjarnámi og þá vorum við að sjá færslur eins og, hvernig fara kennarar að þessu og starfsfólk skólans hetjur og og hvernig komist þið yfir þetta allt. Já. En þetta er ekkert verið að tala um þetta í dag, það er bara búið að gleyma þessu. Ekki neitt, sko. Íslendingar eru rosalega fljótir að gleyma. Algjörlega. Og það er leiðilegt að því að það var mjög flott umræða og meðan þessu stóð, Já. hvað þetta væri mikilvægt starf og allt fólki sem vinnur í grunnskólum og leikskólum og framhaldsskólum. Það hentaði foreldrum þá. Það hentaði foreldrum þá. Já. Tengt starfinu þínu eða skólakerfinu, hvað fannst þið vera það besta við COVID og hvað fannst þið vera það versta við COVID? Versta er það félagslega. Já. Og fyrir Að þig geta að ekki- krakkana. Já, bara fyrir alla. Já. Og þú veist, eins og fyrir mig að geta ekki farið hvernig sem ég vil suður og hitta börn. Besta er að þurfa ekki að heilsa öllu með handabandi. Og að þurfa ekki að fara á alla fundina suður eða á Akureyri eða hingað og þangað, getur verið heima svo fundunum. Já, minnst það mjög stór kostur að geta verið heima á fundunum. Já, minnst mjög óþægt að þurfa að keyra í þessari færð. Já, og það einmitt koma aftur að því að fólk er kannski ekki alltaf að gera sér grein fyrir vegina og færðina og veðrið og allt sem er hérna á veturnar. Nei. Það er ekki djók fyrir okkur að skjótast suður. Nei. Það er ekki alltaf hægt. Akkurat. Og bara langt í frá. Já. Ok, eftir þessa reynslu og hvernig skólastarfinu var hátt á þessum tíma, er eitthvað sem við myndum að breyta núna í dag? Núna náttúrulega erum við eiginlega komin bara í venjulegan skóla, eða venjulegt skólahald. Hvernig myndir hljóma fullkominn skóladagur fyrir þér? Þú veist, þá er ég að tala myndir þú vilja vakna seinna, myndir þú vilja hætta fyrr, myndir þú leggja meira áherslu á verkgreinar eða íslensku, eitthvað svona? Nei, bara, mér finnst það bara fínt eins og þetta er, sko. Já, þú veist ekki skólinn byrja að snemma? Nei, alls ekki. Nei? Það var bara allir gott að vakna snemma. Það er bara svo að koma frekar fyrr heim, geta 8 daginn. Já. Annars er fólk bara að sofa. Já. Oft talað að krakkar sé að vakna og snemma og sérstaklega úlingar, þau þurfa svo miklum svefn að halda og... Það hefur aldrei dreipið mig. Nei, gott. Og ekki neitt sem ég veit að vakna snemma. Það er gott að sjá þig hérna á lífi. Já, það hefur engin dreipstæði að vakna snemma. En ef myndir breyta einhverju varðandi greinar, myndir hafa meira af einhverju eða minna af einhverju? Ég er náttúrulega bara 0 með sköpunargleði, þannig ég myndi bara vilja hafa þetta allt bóklegt, þannig þetta er ekkert flókið. Ok, já. Þarna er ég alls ekki sammálaður. Nei, ég veit, það sem betur fer eru ólíkir einstaklingar að vinna í skóla. Já, það verður að vera. Já, því að ef ég, eins og fullkomin skóladagur hjá mér, það myndi þá vera, það myndi byrja aðeins seinna, það myndi samt hætta alveg á sama tíma. Hægt að snemma. Já, sem náttúrulega bara aldrei að fara að gerast. Nei, við erum bara ímynd okkur. Og það yrði valgreinar alveg niður í fyrsta bekk. Krakkar fengi að velja sér áfanga, kannski 1-2 í viku eða eitthvað. En auðvitað myndi ég halda áfram öllu starffræðin í íslenskinu og lesturum og öllu því. Eina sem ég myndi að breyta skólakerfinu er að meiri tónlist. Að því tónmynd er bara ekki 7. bekk. Já. Það er alltaf mikið af íþróttum með við tónlist. Já, mér vantar, ég er sammálaður, tónlist og listaáfangar og svona, skapandi greinar, meira af því. Já. En í okkar skóla eru þetta rosa mikið og flottir valáfangar. Já. En það er náttúrulega bara í 8., 9. og 10. bekk sem ég finnst skrítið að það sé ekki aðeins neðar. Já. Alveg niður í miðstig. Án þess að þurfa að hafa einhver áhrif á viðmiðunar stundaskrá en þetta er náttúrulega allt niður njörvað og má kannski engu breyta, það er alltaf erfitt að hrófla við þessu. Það var bara nokkrar spurningar hérna í lokin. Hversu jákvæð eða neikvæð varst þú eða ert gagnvart 2 metra reglunni? Ég er bara alls ekkert jákvæð gagnvart neinum af þessu reglum. Ég veit að það þurfa að vera, en ég er bara mest rosa fínt að vera nálægt fólki og ekki grímu.
Herru, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og þá erum við komin aftur og ég þakka viðmælendum mínum hjartanlega fyrir að gefa sér þann tíma að koma og spjalla við mig. Þetta var ótrúlega fróðlegt og mikilvægt að fá að hlusta á ykkar sögu. Takk aftur. En þá ætla ég bara að fara hérna aðeins yfir í lokin í stuttumáli. Það sem gekk vel í kennslunni og í grunnskólanum hjá okkur að það var mikill vilji til þess að gera besta úr erfiðum aðstæðum og sumir nemendur unnu minna með náminu en þeir hefðu gert undir venjulegum kringumstæðum og hefðu betri tíma til þess að sinna því. Sumir nemendur gjörsamlega blómstruðu í fjarnáminu, dugnaður margra nemenda kom í ljós og tæknikunnátta óx bæði meðal nemenda og kennara. Og við erum líka að tala að tækni sem komin til þess að vera og bara svona óþarfa flækjustig að hittast og allir þurfa að vera saman í sama rými á sama fundinum. Nú við getum bara hist á Zoom eða Google Meet eða whatever. Við þurfum ekki alltaf að fara allar þessar vegalengdir og vera á staðnum af því að þetta allt orðið svo flott í dag. Og ég held að þetta hafi breytt svolítið miklu og bara svona skrítið ef við höfum ekki fattað þetta áður. En nemendur tóku líka virkan þátt í að viðhalda sóttvörnum og valda sig líka bara að vera mun minni veikindi, svona kvefflensur og magapestir okkar, því nú erum við bara að huga vel að okkar eigin sóttvörnum og svona. Og það örugglega líka gjörsamlega komið til þess að vera. Það var gott samstarf á milli foreldra og kennara og starfsfólk í grunnskólanum og bæði kennarar og nemendur sýndu bara aðdáunarvert frumkvæði og seiglu við að mæta nýjum kröfum stafræn samskipti og á tímum sem tryggja bara algjörlega gæði kennslunar. Og svo getum við líka aðeins rætt hérna það sem gekk stundum ekki alveg eins vel að það voru sumir kennarar sem áttu í virkilegum erfiðleikum með að tileinka sér tæknina og kunnuð illa á þessi rafrænu samskipti og öll þessi forrit og upp og hvaðeina og sumir eiga bara ótrúlega erfitt með að biðja aðstoð. Ég kynntist því alveg, ég reyndi með þetta allra besta að bjóða fram mína aðstoð en ég get náttúrulega ekki neitt til þess að nota eitthvað eða neitt einhver til þess að þiggja aðstoðuna. Þú verður auðvitað að bera þig eftir því sjálfur. Það hentaði sumum nemendum mjög illa að vera í fjarnámi og þeir fengu líka ekki þann stuðning sem þeir þurftu. Félagslífið sem var látið mæta afgangi í skipulagi skólastarfsins. Félagslífið sat á hakanum og nemendur okkar og sérstaklega unglingarnir okkar lentu illa í því. Og það er mjög sorglegt af því þetta er erfiður aldur og það er ótrúlega vont að félagslífinu sé bara kippt undan og þú þurfir bara að vera heima. Það sem ég fannst alveg ömurlegt var að list- og verkefnakennslan féll bara gjörsamlega niður og alveg látin sitja á hakanum en allan í mínum skóla þá þótt að vera ekki verið sú kennsla í staðnámi en þá ég var að búa til efni og að miðla alls konar efni sem ég átti sjálf úr myndmennt og upplýsingatækni og senda á hina kennarana og starfsfólkið og ég bjó til ótrúlega flotta síðu sem heitir Námsfjallið. Farin á námsfjallið.com, það er ennþá starfandi síða. Það sem hægt að finna mjög mikið af námsefni fyrir yngsta stig, miðstig og elsta stig í grunnskóla. 3 gagnabanki, hugsað fyrir nemendur í fjarnámi en auðvitað gátu allir notfært sér þetta og bæði kennarar og foreldrar og nemendur og ég ætla að halda þessari síðu gangandi. Og ég fekk mjög skemmtilegt verkefni á þessum tímum að hanna þessa síðu og að búa til námsefni og safna námsefni í svona gagnabanka. Og þetta er eitthvað sem við höfum svo tileinkað okkur núna í starfinu. Við erum alltaf, við söfnum saman, við vinnum eftir þemum og við söfnum saman í gagnabanka við hvert þema á bara svona stóran og flottan palletvegg og þar hafa allir aðgengi á því. Þannig að þetta er svona alls konar vinnubröð sem maður hefur tileinkað sér eftir þessa reynslu. Annars var bara rosalega ríkjandi jákvæðni á þessum tímum og ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir að hafa getað
mætt í mína vinnu á hverjum degi nema þess að 2 daga fyrir páskafrí. Við megum ekki taka heilsunni, vinnun okkar, vinnunni sem við elskum og njótum þess að vera í. Við megum ekki taka þessum hlutum sem sjálfsögum hlut. Það eitthvað sem maður læriði á þessum tíma. Vá hvað ég þakklátt að geta mætt í vinnuna. En þetta var ekki lengra sinni hjá okkur. Þetta var hlaðvarpsþátturinn Halt á ketti. Hvað þetta áhugavert. Ég heiti Birgitta Þorsteins. Takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta.